Komið sæl og velkomin í þennan sjónvarpsþátt á eirikurjonsson.is. Gestur okkar hér rétt á eftir Kristjana Óskarsdóttir, fyrrverandi sambýliskona og barnsmóðir Svavars Halldórssonar, sem að tekur nú þátt í forsetaslagnum Bessastaði ásamt núverandi konunni sinni, Þóru Arnórsdóttur. Kristjana hingað komin, ekki til að taka þátt í slagnum sjálfum, heldur frekar að spá úrslitin og gengi Svavars og Þóru og allra hinna, vegna þess að Kristjana spámiðill. Og við spyrjum hana, hvernig fer þetta? Nú meira en að segja það þegar svona stórt spurt. En mér langar að tala svolítið bara frambjóðendurnar almennt, ef það í lagi. Það Ari Trausti, Herdís, Þóra, Andrea, Hannes og Ólafur. Og ef við byrjum á Ara, flottur og góður maður, velmenntaður, en ekki eðli sínu leiðtogi kannski sem slíkur. Passar bara kannski ekki alveg í dag. Hann mjög flottur maður, jarðeðlisfræðingur og bara flottur karakter, sko, en kannski ekki alveg það sem að Dálítið gamaldags. Já, eða sviðið hans annað, allavega eins og í dag. Herdís, hún hefur verið náttúrulega sinna mannúðumálum og doktor. Hún kristin, eini frambjóðandinn sem kristin og eða sem sagt kemur fram með sína trúarskoðanir og falleg kona, manneskja. Hún mun auka fylgi sitt jafnvel verulega. Verulega, já. Hannes, hann ekki að setja börnin sín og fjölskyldu í herferð eða konuna sína og fjölskylduna sína. Mér finnst það mjög virðingavert hjá honum. Og ég býst við að sé status quo með Hannes í þessum kosningum. Ég myndi segja líka með Ara því að þú veist, vegna þess að status quo hjá honum líka. Ara og Hannesi. Herdís mun auka fylgja sitt verulega, trúi ég. Eins og og svo vitum við hvernig gengum Ólaf Ragnar og þá erum við komin að Svavari fyrir meginmanniðinum, að sambýlismanni, og Þóru, sem var nú stóra númerið. Þóra hæfileikarík, góð og falleg kona eða manneskja og að mínu viti skiptir ekki máli hvort þú ert kona eða maður í þessum forsetaslag eða það bara gæði manneskjunar, ekki kannski hvort þú ert kvenkyns eða karlkyns. Það eru hæfileikarnir og menntunin og bakgrunninn og bara get ég valdið þessu starfi eins og með öll önnur störf. Þetta ekkert, mér finnst þetta ekkert flóknar en það. En eins og ég sagði við þig í byrjun kosningabaráttunar, þá mín spá sú að hún fari ekki að Bessastaði og það sem meðal annars kemur til með að hafa áhrif að Svavar maðurinn hennar ofbeldismaður eða hefur ofbeldisfulla fortíð. Eru það ekki stór orð? Jú, það eru þetta stór orð en eins og með manninn sem að hann var dæmdur fyrir að meiða líkamlega berja, að þá ræðst hann á ömmu mína árið 2002. Eigum að fara þangað? Já, hann var nú ekki dæmdur fyrir það, en hann var kærður og viðurkenndi það sjálfur fyrir rétti að hafa gert þetta. Það eru gömul mál kannski sem við ættum ekki af tillitssemi við frambjóðendur að ræða hér. Einmitt. En hvernig heldur þetta, sérðu fyrir þú sérð fyrir þér og spáir að Þóra nái þessu ekki? Það rétt. Ég trúi því að Andrea, já nú eftir að segja skoðun mín og Andrea. En á slagurinn eftir að standa á milli Ólafs Ragnars og Herdísar Þorgeirs? Í lokin? Í spáminni í lokin, þá slagurinn ekki lengur slagur. Ólafur Ragnar mun taka þetta, eins og ég sagði upp að í byrjun kosningaferlisins og Þóra, Herdís og Andrea munu samkvæmt minnisspá vera í öðru sæti, vera með annað sæti sameiginlegt. Og jafnvel finnst mér ekkert Þóra meira en Herdís eða Andrea, svona yfir landið og já,
Ari Trausti og Hannes reka þarna lestina, ekki til að þeir eru eitthvað verri eða einstaklingar eða eitt eða neitt slíkt. Þetta bara svona tilfinning sem ég fæ og svona, þetta bara eins og það verður, finnst mér. Ég get bara sagt mitt álit og það sem ég held og vona það besta fyrir Ísland. Segir Kristjana Óskarsdóttir, fyrrverandi sambýliskona og barnsmóðir Svavars Halldórssonar, sem hann nú tekur slaginn Bessastaði með Þóru Arnórsdóttur, núverandi eiginkonu sinni. Verið sæla sinni.